Komið þið sæl. Hérna ætla ég aðeins að ræða afstæði, mismunandi siði og venjur samfélaga og þá fullyrðingu að siðferði sé afstætt. Sumir hafa haldið fram að siðferði sé breytilegt eftir aðstæðum og að félagslegar hefðir, venjur og siðir ráði því í raun hvað sé siðferðislega rétt eða rangt. Og það lýsi í raun hroka okkar að ætla að fara að skipta okkur af því hvernig aðrir lifa lífinu. Þessu viðhorfi ætla ég að reyna að andmæla hér, enda tel ég það að vera stórhættulegt lífi og velferð alls lífs á jörðinni, ef við lítum svona á málið. Þegar ég var 13 ára, þá þótti ég að vera mjög stór. Ég var næst stærstur í bekknum mínum, 1,70 m á hæð. Ég þótti nokkuð stór og öflugur strákur. 3 árum síðar höfðu eiginlega allir bekkjabræður mínir vaxið mér yfir höfuð. Þannig að miða við drengina í bekknum mínum í 16 ára bekk, þá var ég, bara eiginlega frekar lítill, frekar smávaxinn, meðan ég var hávaxinn í 13 ára bekk. Amma mín, hún var 87 ára gömul, sem, ég get væntanlega sagt hún hafi verið gömul kona. Við hljótum eiginlega líta þannig á að 87 ára kona sé gömul. En ef við værum til dæmis að tala skjaldbökur, þá eru 87 ár, ósköp lítið. Hugtökin stór, lítill, gamall, ungur eru háð því hvað við miðum við. Sama endar við ýmis önnur hugtök eins og til dæmis upp eða niður. Samanber myndina sem má sjá hérna á glærunni og eftir teiknaran Maurits Cornelis Esser, en hann teiknaði fjölmargar svona myndir. Sínum augum lítur hver á silfrið, er íslenskt orðatiltæki, en álitamálin sem við þurfum að glíma við á hverjum einasta degi eru fjölmörg. Í inngangsfyrirlestrinum þá nefndi ég dæmið af Wittgenstein sem glímdi við það hvort hann ætti að leggja sig fram í tennisleik eða ekki, og hann hafði einfaldlega engan áhuga á því. Og hann þurfti líka að taka ákvörðun það hvort hann ætlaði að koma vel fram við meðbræður sína eða ekki, og vini hans fannst að honum bæri skylda til þess að koma vel fram. Siðir og venjur eru mismunandi frá einu svæði til annars, frá einum bæ til annars eða frá einu landi til annars. Við þekkjum flest umræður slæður múslimskra kvenna, fléttur hassíta, baðfötin burkini, og þessi umræða var til dæmis hávær í Frakklandi, burkini umræðan í sumar en í Frakklandi eru öll trúartákn bönnuð í skólum landsins. Ég þarf á hverjum einasta degi að taka afstöðu til þess hvaða tónlist ég ætla að hlusta á í vinnunni þegar ég er að fara yfir verkefni nemenda minna. Núna er Bob Dylan í miklu uppáhaldi hjá mér. One More Cup of Coffee, það er uppáhaldslagið, og ég ætla svo sannarlega að spila á gítarinn og eftir þegar ég kem heim. Fyrir mánuði síðan þá var ég að hlusta á U2, og það er alltaf líklegt að í næstu viku þá verði önnur tónlist í uppáhaldi. Alltaf þegar ég fer á kaffihús þá pantaði mér annaðhvort bolla af cappuccino eða kaffi latte, og þetta getur valdið mér alveg gríðarlegu hugarangri hvernig kaffi ég á að panta mér. Daginn frétti ég svo af kennara 12 ára bekkjar sem að lenti í því að stór hluti nemandana hafði fengið að horfa á glæpamynd seint á laugardagskvöldi, en á sama tíma hafi öðrum börnum í bekknum verið bannað að horfa á myndina. Að hvað miklu leyti eru dæmin af tónlistinni og kaffinu sambærileg við bíómyndadæmið. Þetta eru allt saman raunveruleg dæmi og fólk þarf að kljást við svona dæmi, sumt hvert bara á hverjum einasta degi, eða allavega einhvern tímann á lífsleiðinni. Hins vegar er það svo að við þurfum að gera greinarmun á álitamálum sem snúast smekk og álitamálum sem snúast siðferði. Dæmið af tónlistinni hérna og kaffinu er eiginlega meira spurning smekk heldur en siðferðileg verðmæti, en slæðudæmið aftur á móti og spurningin ofbeldismyndina
eru eiginlega spurningar siðferðileg álitamál, siðferðileg verðmæti og siðferðileg skildi. Kennarinn sem fekk áfall þegar hún komst að því að 12 ára börnin í bekknum hennar höfðu flest fengið að horfa á ofbeldismyndir í sjónvarpinu seint á laugardagskvöldi, brást við með því að kalla alla foreldrana á fund. Og á fundinum fór fram siðferðileg rökræða málið og dregnir voru hagsmunir allra sem málið varðar inn í dæmið og það rætt, og einhvers konar niðurstaða, það var komist að einhvers konar niðurstöðu á fundinu. Ég ætla svo sem ekki að fara að ræða áhrif ofbeldis á börn. Það annað umfjöllunarefni sem við getum rætt, kemur kannski þessum áfanga lítið við, en ég hef alveg fjallað það í öðrum áfengum sem ég hef kennt. En ég ætla ekki að fara að hafa fleiri orð það núna. Siðferðileg og menningarleg afstæðishyggja hafnar því að til séu algild sannindi rétt eða rangt. Siðadómar eru smekksatriði og það ekki algilt hvað gott mannlíf og réttlátt breytni. Samkvæmt afstæðishyggjunni telst það breytilegt eftir menningarsamfélögum og einungis hroki í mér ef ég sem Vesturlandabúi ætli að fara að skipta mér af siðum annarra þjóða. Þar sem siðferðileg sannindi séu mismunandi eftir tímum eða löndum og siðferðið hvílir á breytilegum menningabundum reglum, þá sé mér sem upplýstum Vesturlandabúa til dæmis ekki stætt á því að skipta mér að umskurði. Reyndar nú þannig að umskurður drengja tiltölulega lítil og saklaus aðgerð, en þá umskurður stúlkna hreint annað mál. Afstæðishyggja siðferðilmál getur verið hættuleg. Hún hvetur okkur til þess að vera hyskinn og löt, því sé hún rétt þá tilgangslaust að rökræða nokkur mál. Svarið getur þá alltaf verið, þetta bara afstætt. En ef að meirihlutinn á alltaf að hafa rétt fyrir sér og ákvarðanir hans eru hafðar yfir allan vafa, þá getur það skapað ýmis vandkvæði, til dæmis einelti gagnvart þeim sem eru annarra skoðunar. Þá hollt fyrir okkur að minnast Þýskalands nasismans, en þar var einmitt litið á einn kynstofn öðrum æðri og gyðingar, sígaunar, blökkumenn og fleiri voru álitnir minni manneskjur sökum upprunans. Og ef við ætlum að líta á það að allt sé afstætt, þá getum við nú bara ekkert sagt við þessu neitt. En hins vegar eru fleiri en ein hlið á hverju máli og afstæðishyggjan hefur sína góðu punkta. Hún getur til dæmis bent okkur á að fólk sé í raun ekkert verra þó að siðir þess og venjur séu öðruvísi. Hún getur aukið okkur umburðarlyndi gagnvart öðru fólki og hvatt okkur til þess að taka eigið siðferði til endurskoðunar. En hérna ég aftur komin að rökum og rökræðum. Við skulum bara taka eina góða siðferðilega umræðu þetta. Í kennslubókin okkar tekur James Rachels 2 dæmi. Annars vegar tekur hann dæma mannáti og svo hins vegar af útburði. Samkvæmt afstæðishyggjunni þá yrðum við bara að kinka kolli og segja sinn siður í hverju landi. Ég las einu sinni bók sem heitir Papilangi og frásögn manns frá Suðureyjum af lífinu á Vesturlöndum. Hann sér hluti sem okkur eru hversdagslegir í freka framandi ljósi. Hann talar til dæmis fyrri heimsstyrjöldina og maður skynjar að hann með vatn í munninum þegar hann spyr: og hvað var svo gert við kjötið af öllum þessum hermönnum sem féllu af vígvellinum? Kannski hefur einhver séð kvikmyndina Alive, en hún tekur á þessum siðferðisspurningum í sambandi við mannát. Þarna segir frá knattspyrnuliði sem lendir í flugslysi hátt upp í Andesfjöllunum. Og þegar allur matur búinn í vélinni, þá neyðist fólki til þess að borða þá sem að létust í slysinu. Myndin endar svo á því að þeim bjargað og þá kemur texti yfir skjáinn þar sem sagt frá því að dómstóll hafi ákveðið að sleppa þeim við refsingu. Endur þarna kannski neyðarétturinn sem að gildir.
ef fólki sem komst lífs af úr slysinu hefði ekki gripið til þess örþrifa ráðs að borða félaga sína, þá hefði bara öll hreinlega dáið. Því held ég að við verðum að líta á rökin á bak við hegðunina. Við getum ekki sparað okkur það að hugsa, en ég held nú samt að bannið við mannáti sé nokkur rökrétt og það sé byggt á mjög sterkum og siðferðilegum forsendum. Það vill til dæmis enginn eiga það á hættu að vera veiddur og etinn þegar hann að labba út á götu. Þá erum við komin aftur að upphafinu. Ég held að við verðum að gera skýran greinamun á gildum og smekk. Það klagar til dæmis ekkert upp á neinn að ég sé að hlusta á Ramones í headphoneunum mínum á kennarastofunni. Ég get farið í rökræður við samkennara mína þessa yndislegu rocktónlist, en ég get ekki neitt á til að hlusta með því til dæmis að blasta rockinu hérna í hátölurunum. Það myndi kannski flokkast sem ofbeldi. Það kemur samkennarunum mínum hins vegar ekkert við þó ég sé að hlusta á tónlistina hérna í headphoneunum. Eins held ég að við getum ekkert sagt við siðum annarra þjóða á meðan að ekki vera að skaða fólk. Að mínu viti skiptir það til dæmis ekki máli hvort að fólk heilsist með því að taka í hendina hvert á öðru eða faðmast eða kannski hneigja sig hvert fyrir öðru. En þegar það kemur að því að taka fólk af lífi fyrir samkynhneigð, eða skera burtu stóran hlut af kynfærum ungra stúlkna, þá eru siðirnar og venjurnar farnar að koma okkur virkilega við. Þannig verðum við að gæta varhug við afstæðishyggjunni. En þó má hún kannski bæta því við að afstæðishyggjan gæti kannski einhverju tilfellum verið, góð, en hún er varhugaverð. Takk fyrir.